Hasar með Grimma og Snarr. Hasar með Grimma og Snarr. Hasar með Grimma og Snarr. Hasar og grín. Já, velkomin í þennan þátt. Grimmi og Snarr. Og já, við erum Grimmi og Snarr og þátturinn Grimmi og Snarr. Og hann er sendur út á 89,1 sem er FM, svo er það YouTube, Spotify og allar helstu hlaðvarpsveitur landsins og bráðlega kemur hann líka í sjónvarpið. Það er magnað, ég hlakkaði til. Já, það er æði. Já. Það er æði. Getum við sýnt þess að nýju gulu sófa Já. sem eru alveg að skína, gera herbyggið alveg bara svona skína í gegnum herbyggið. Já, þeir sjást reyndar á YouTube, sko. Já, þeir sástu YouTube, já. Já, núna. Já. En þeir sem eru að hlusta, þá erum við komnar með nýja stóla og ég samt svona, maður kviði smá að fara í sjónvarpið. Já. Af því að ég horfði á síðasta þegar Gunnar tók eitthvað viðtal við okkur og mér langaði bara að fara að hata sjálf á mig, sko. Þetta er svo fyndið hvernig maður gerir þetta, alltaf þegar maður er, maður dæmi sjálfan sig svo ógeðslega mikið, sko, og alltaf bara einmitt þetta bara, já, ég bara hata sjálfan mig í þessu, alveg bara sko. Já, mér langaði að fara inn í það. Já. Og ég þurfti bara, fara í eitthvað svona, finna, partinn sem, en já, það er eitthvað partur sem vill samt eitthvað neginn, ég held bara að ég sé með part sem vill vera dæmdur, hreinlega, sko. Já. Svo, já, þetta var svona, já, smá. Þá er hann kannski svolítið að leitast líka í það að vera dæmdur, sko. En þetta er svolítið fyndin partur, sko. Og svo ertu með part sem að, vill ekki vera dæmdur, sem er að reyna að passa sig að vera bara fullkominn. Já, svo langaði mig, já, ég man ekki hvað að segja. En mér finnst svolítið, ég var að hugsa um daginn, að mér er svo skemmtilegt, sko, þegar fólk er að gera ævisögur. Og þetta er svona, þetta moment þegar að þú getur ekki, þegar það er ekkert annað hjá þér að gera, þegar þú ert bara búin með öll verkefnin og ert bara, kannski situr þú bara á ströndinni eða einhvers staðar í fína húsinu eða ljóta húsinu, það er líka litla húsinu. Og þá er alltaf þetta verkefni að skrifa ævisögu, það er einhvern veginn alltaf plan B ef þú hefur ekkert annað að gera. Mér finnst það svo magnað. Og það geta allir skrifað ævisögu nefnilega. Þetta er ekki eitthvað svona sem að einhver bara rithöfundur geta gert eða þetta er fyrir alla. Mér finnst það svo merkilegt, sko. Já. Síðan er þetta samt, já, ævisögur. Ég held að þær séu svolítið vinsælar núna jólin, sko. Ég var eitthvað að hugsa núna, sko, þegar það eru leiksýningar, alltaf leiksýningum með 2 er verst og ég er búin að vera að hugsa, já, þetta verður örugglega versti þátturinn. Ég er bara skjótaði inn svona að segja það. Já, þannig að fínt að fólk viti bara að því. Já, fólk viti þetta þáttur nummer 2, hann verður örugglega mjög bara lélegur bara. Hann verður örugglega mjög, já, hann getur orðið erfiður. Hann getur orðið erfiður. En svo er kannski fínt að ég mitt segja frá því, sko, og þá kannski rætist eitthvað úr honum að því að við erum búin að setja það svona í kosmosið. Já, getur verið. Já. Ég veit það ekki. Þetta verður að koma í ljós. Mér langar svolítið að tala með mitt mér langar svolítið að tala um hann Pipar, sem að er kísir minn, sem að var keyrt yfir og ég verð að tala um hann bara og það er mér talað um, sko, að kísur eru náskyld guðunum, það segja þau í egypsku goðafræðinni og það er bara, mér finnst það alveg
þú veist, alveg mega sens og og þeir hafa verið sendir svona til þess að hjálpa okkur mannkynni og hann Pipar, geysir minn, ég var sem sagt að sækja öskun hans bara í gær og það var rosalega erfitt. En hann samt búinn að vera, núna hann búinn 2 svar að koma til mín í draumi og núna hann kom mitt í gær, gærnótt, kom hann til mín aftur og var mitt bara á fullu, alveg svo brjálega að gera hjá honum og ég held að hann hafi vitað að ég væri að fara að ná í öskun hans og vitað að það væri erfitt. En mér veist þið mitt svo gaman að hann svona, hann alveg svona með manni og ég held hann eftir að vera partur af mér bara, alltaf. Og það er svo magna hvað, dýr geta tengst manni mikið. Þegar fólk að missa gæludýrin sína, þetta er svo, öll þessi sorg sem kemur, að því þetta er svo mikil tengsl hann á milli. Kemur náttúrulega allt út frá ást í rauninni, öll þessi sorg. Þetta er alveg svona falleg sorg, sko. Já. Það er rosa mikil tengsl hann á milli. Svo hún einmitt, þessi sorg þegar maður missir, það svo mikið fallegt í henni. Það var, þegar ég var lítil, þá heyrði maður stundum fólk segja að maður ætti ekki að tengja stýrunum af því þau myndi deyja frá manni. Pældi í geðveiki. Það er pældi í hardcore raunveruleika. Það er brútal, sko. Þú veist, af því að það einhvern veginn engin geta til að takast á við missin. Þú veist, eins og hún hafi ekki verið til staðar í þjóðinni. Algjörlega. Bara, ekki tengjast af því þú getur mist og, það er bara svo mikið svona teikning af tengslarofinu, sko. Algjörlega. Það er eins gott að það sé ekki þannig lengur og mér finnst líka að fólk svolítið svona, áttar sig á að, þótt að þetta séu bara, þetta er ekki einhver ættingi eða eitthvað svona, þá er þetta samt partur af fjölskyldunni, og það er alveg jafn sárt að missa einhvern nákominn manni, alveg svo að missa gæludýr, sko. Af því að þau eru bara svo rosalega stór partur af manni. Og svo er ástin alltaf á milli, sko, hún er alltaf svo, hún er alltaf svo hrein, sko. Ástin á milli gæludýra og mannana, sko. Satt, sko. Þannig að missin geti jafnvel bara verið erfiðari, að ég held að ég, syrgi dýrin meira heldur en ég myndi syrgja, mannfólkið, sko. Já. Alltaf öðruvísi, kannski. Það er öðruvísi. Já, ég hugsa það. Þannig að, já. Já, það er svona, við þurfum að leyfa, eins og þú segir, það er svo mikilvægt að ekki, mér finnst rosalega fyndið að hafa verið sagt bara, já, nei, ekki tengjast dýrunum. Mér finnst það mjög fyndið, sko. Já, af því að allir, þetta er þetta, þessi, já, mjög fríki, sko. En þarna, já, það er það. Og hvað var þetta ekki líka með, var þetta ekki líka með börn? Var ekki sagt eitthvað, hvað var það? Ég heyrði, sko, að það hefur oft sagt að kannski tengjast þeim þegar þeir eru orðin 5 ára. Vá, þetta að fara yfir einhvern hefi þátt, sko, aftur. Já, við erum rosa. Við ætlum að reyna að hafa þetta, já, grínþátt og hasar. En já, það var sagt, sko, að tengjast þeim ekki, sko, ég hef heyrt að það var sagt, tengjast þeim ekki fyrir að vera orðin 5 ára. Af því þá er eitthvað svona vissa fyrir því að þau myndu, meiri vissa að þau myndu lifa þetta af. Og, já, en það er alltaf alveg rosalegt, sko. Það er alveg galið, sko. En samt, maður getur ekki dæmt þetta, því maður veit ekki, þessi tímar voru bara hérna á Íslandi. Þetta var svo bara erfitt, sko. Rosalega erfitt og
Já. Ég fór á svo skemmtilegt, þetta er svona fyrirlestur, ég veit eiginlega ekki hvað þetta er. Hann heitir Helgi, ég verð að tjekka, hann er geðlæknir. Hann er með þetta upp í lífsbyggifélagi, Helgi G. Garðarsson. Og hann er með einu sinni í mánuði, þá er hann með svona ævintýri og hvernig það lesa upp ævintýri og síðan er svona stúdera hvernig það talar til sálarinnar. Og þetta er svo ógeðslega flott. Og þá er sko, þú veist, eins og í Öskubusku, systur hennar, þær eru sko, vondu systurnar, stjúpsysturnar, Já. þær eru inn í Öskubusku. Þú veist, þær eru eitthvað svona element inn í Öskubusku og þetta er eitt ævintýri, allir sem koma fyrir í ævintýrinu eru strúktur í sækiki aðalpersónunar. Já. Og þú veist, og vonda stjúpan er inn í henni og þetta er svo ótrúlega flott leið til að horfa á heiminn. Þú veist, að maður sé ekki alltaf að horfa, bara að þetta sé allt þarna úti. Já. Er þetta ekki Og svolítið, já, þetta frá? Nei, og svo fór ég í gær á eitthvað, það er eitthvað svo mikið skemmtilegt, Bjarni, svo mann ekki, hann er prestur sko, hann er með eitthvað bók sem heitir Leiðind, eitthvað bati frá tilgangsleysinu, eitthvað ný bók sem var að gefa út. Og hvað ætla ég að segja? Allavega já, þá var hann líka að tala um svona erkitýpur og þetta splitting, þú veist, sem er líka í ævintýrunum, þú veist, það er eitthvað þarna úti, þú veist, sem við sjáum og við sjáum ekki hjá okkur, þú veist, þetta er allt fyrir utan. Já. Og það er bara áhugaverðar pælingar. Já, þetta er svolítið, maður getur svolítið sett þetta í bara lífið, bara í hverju einustu persónu. Já, Við erum svolítið, þú veist, að því að við erum náttúrulega hluti, við erum þessi partar, sko, já, já, þú veist. Það er ekki bara eitthvað svona einn persónuleiki, það eru bara svona ákveðin partar sem að eins og, þú veist, við erum öll með þessa vondu stjúpu í okkur akkurát. og þessi Og þessar systurnar, sko, þú veist, og þær koma bara fram í þessar pörtum og svo kannski vill maður ekkert sjá þessa parta, sko. Nei, og þá sér maður það bara í öðrum. Já, Þá er maður bara, fuck, já, hvernig er þetta? það er mitt sagt, Og þá, þú veist, þegar enginn þekkir sig, þá er þetta bara, já, þá er heimurinn bara örugl og vondur, að Já, því að sér bara vondur akkurat. partana já, í sjálfum sér, í öðrum. já, sína parta bara Já. fyrir utan, já, Það er mitt sagt, sko, að það sem þú dæmir, það myndi einn daginn verða. já, eða þá, þú ert það, Já, þú og ert þú veist, og ég hef alveg pælt í þessu og ég hef nú bara lent í þessu að dæma eitthvað, ég man ekki fyrir hvað það var. Svona, hún var eitthvað, svona hvernig hún var að vinna og þú veist, hvað hún gerði. Og svo einn daginn að þá var ég að gera það sama. Ég er alltaf Og að lenda í þessu. Ég náði, þú veist, ég bara svona tengdi, ég var bara, heyrðu, ég var að nákvæmlega. dæma hana fyrir þetta nákvæmlega sama. Nú er ég bara, Nákvæmlega, þú veist. Þannig að þetta er svolítið áhugavert, sko. Pældi því að verða, sko, þannig að maður ætti að hugsa um þetta, sko. Þegar maður er að dæma, hugsa bara að það sem þú dæmir, það ert, þú veist, það mynd þú verða. eða þú ert Eða það, þú ert það. þú ert hann, þú ert hann. Og maður þarf svolítið að skoða hennan part, sko. Já. Eða þessa parta sem maður vill ekki sjá. Já, en svo heyrði ég líka eitt, þú veist, dómarinn, sko, innra með manni, eða bara dómari almennt, eða dómur, hann getur líka verið góður, þú veist, 5 stjörnur, eða maður getur fikið bikar, eða eitthvað svona, en það er bara, já, sem er svolítið áhugaverð, líka vinkill á, þú veist, dómaran, að þetta er ekki, þú veist, þetta getur verið góðu dómur og Já. dómari í svona, þú veist, boxkeppni eða eitthvað. Mhm. Þú
þú veist, Hann þarf að dæma náttúrulega, þú veist, og eins og dómarinn innan með okkur sem er bara stundum, þú veist, kemur hann og segir bara, þú veist, nei, þetta, þú veist, þetta var ekki nógu vel gert og, þú veist, og dæmiði bara sem, þú veist, lélega og allt þetta. En svo er með stundum eins og ég hef oft fundið fyrir bara, þú veist, ef ég er að fara að gera eitthvað og ég er svona, þú veist, ég er ekki alveg svona, kannski líður ekki eins og ég sé tilbúin að gera eitthvað, þú veist, eitthvað sem að ég veit að er að fara að vera erfitt, að þá er einmitt þessi dómur sem að kemur eftir á, sem er bara já, þú veist, þú gerðir þetta og fær bikar, sem er þá góði dómurinn, sko. En svo held ég að við séum alveg með nokkra dómara, sko. Já, pottið, sko. Síðan líka er maður bara alltaf, einhvern veginn, maður er alltaf að segja já, nei, ég vil rauðan, ekki bláan, ég vil þetta, ekki þetta, þú veist, maður er alltaf í þessu. Og nú er ég byrjað að nota nýtt kerfi sem er eftir, veistu hvað Jonah Hill er, leikari, Já. veist hann æði. Það er einhver þáttur, eða mynd sem hann gerði með geðlæknum sínum, sem heitir, geðlæknum hans heitir Studs, ógeðslega flottu kall, gamall, hann með Parkinson, búin að vera með Parkinson, held ég síðan á 20 eða eitthvað, þessi geðlæknir. Og hann var að segja, sko, sem er svo ógeðslega flott, að því að maður er líka að dæma, þú veist, ok, þetta er ógeðslega mikilvægt, ef ég klára þetta, eða gerir þetta, þá er þetta ógeðslega mikilvægt, þetta er minna verði, þú veist, þetta skiptir ekki jafn miklu máli og svona. Og núna er ég byrjuð að teikna á vegginn heima með blýanti, þú veist, geri ég svona perlu fyrir hvert atriði sem ég klára, þú veist, geri sýningu, ein perla og síðan í hverri perlu er turd, þú veist, skítur. Hverri perlu er eitthvað skítur og það er bara innbyggt í allt, það er alltaf fokkin skítur, þú veist, alveg sama hvað maður gerir, alveg sama hversu vel maður gera, hversu mikið maður vandar sig, bla 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 bla, þú veist, það er alltaf skítur og bara innbyggt í perluna er skítur. Og og svo ætla ég að gera, svo kemur næsta atrið sem er eitthvað, ok, segjum bara sýning, síðan næsta perla er farið ræktina eða eitthvað, það er næsta perla með skít og það eru jafn stórar, það eru jafn mikilvægar, svo næsta perla, þú veist, eitthvað stórt og engin þeirra er mikilvægari né stærri né meira virði heldur en önnur og þetta tekur úr þetta svona, þú veist, allavega fyrir mig persónulega, síðan bara ef maður að setja perlur á, bara, svo getur maður brotið eitthvað verkefni upp í marga litla perlur, Algjörlega. en þú veist, að engin perla sé eitthvað meira virði heldur en önnur og alltaf þessi drulla í hverju einustu perlu. Þetta bara, einhvern veginn gerir mig að bara, þú veist, þetta bara svona, þetta verður allt svo miklu auðveldara og ekki þetta þú veist, svona, wey, og síðan, já, þetta er ekkert mikilvægt, þetta er rosalega mikilvægt, þetta er svona minna virði, þú veist, gerir allt þetta litla sem ég er að gera inn á milli, líka eitthvað virði, það er jafn mikils virði og þú veist, stóru, sem hefði áður fyrir verið alveg risaperlur, sem ég ekki vilja hafa neitt skíti í. Já, svo er þetta mjög góði punktur með að setja skítin í alltaf. Því það er alltaf. Og ef maður, þú veist, ætla bara að hafa, þú veist, það sem að verður bara, má ekki vera neitt skítur. Þú veist, þá er þetta alltaf orðið svo erfitt, sko. Þá er maður líka kannski svolítið að svíkja sjálfan sig. Þú veist, af því að, þú veist, ef allt er bara fullkomið og engin skítur, þá er maður annarkvort, sko, þú veist, bara neita að sjá, þú veist, hvar maður getur gert betur. Og þá myndi það þýða, sko, að það væri, þú veist, það væri engir möguleikar í að klára þetta verkefni, af því að ef það er ekki eitthvað svona sem að þarf að, sem að má,
ekki vera, sem að má sem sagt ekki vera fullkomið, þá þú veist, þá er ekki hægt að, þú veist, gera það betur. Það er ekki hægt að gera, þú veist, gera meira virði, fattarðu. En það er alltaf að fara að vera skítur í öllu sem maður gerir, sko. Ég er mitt búin að svona, ég var alveg þar að það mátti ekki vera skítur í neinu og allt var einmitt bara svona, þú veist, og ég var með hluti sem voru bara mjög mikilvægir og það voru all hlutir sem að voru svona eins og enganir í skóla og hvaða medalíu ég fæ og allt þetta. Eins og til dæmis þegar ég var útskrifaðist í Keili og þá með 9 og 10 og svo 1 og 7 og ég var svo miður mín og ég sagði bara, já, Saga sem að ég fekk 7 í, hún dróð mig svo mikið niður og ég útskrifaðist með 8,9 meðalengun og ég var miður mín, sko. Ég bara, þú veist, ég sá bara þennan eina, þú veist, sá bara skítinn, þú veist, og ég var bara búin að ákveða að það má ekki vera neitt skítugt við þessa, við þetta efni sem að ég er að gera. Það verður bara að vera 9 og 10, helst bara 10, en þá einhvern veginn, sko, misti ég, þú veist, sjónina á öllum hinum árangrinum, þú veist, og ekki það að 7 sé eitthvað léleg einhvern, en ég var bara miður mín af því að, þú veist, það var eitthvað svona smá sem var ekki 10, 1 sem var ekki 10. Og mér finnst það einmitt svolítið mikilvægt að maður þurfa að skoða svona, þú veist, ef maður er alltaf að reyna að gera allt bara án, þú veist, bara alveg clean og alveg 100% og ætlast til að það sé 100% eins og ég var að gera þannig, þá getur maður mist bara sjónina á, þú veist, hvað, þú veist, því sem að gekk vel. Þú veist, af því það er oftast, sko, eitthvað sem gekk vel, eitthvað sem að svona maður kannski læriði eða eitthvað sem maður tekur út frá hluti sem maður er að gera. En þetta var einmitt rosa svona, þú veist, ég sá bara ekki 9 og 10 lengur. Það voru bara ekki til staðar. Já, þetta er, þú veist, ég man ekki hvar það er, ég held að þessi persnesku teppin, það er alltaf saumaður í svona eitthvað fló, þú veist, þeir eru að vefa og þá er vísvitandi sett inn fló. Já. Af því að ekkert er fullkomin nema Guð. Og þetta er einmitt, en ég hef ekki kannski verið að díla mikið fullkomnar áratu, en svona, minnst eitthvað nýjum svona, það meira svona virðið í kannski, jú, eitthvað leit auðvitað, en virðið í því sem ég geri, þú veist. Og svo líka þegar maður, þú veist, tekur örnin á þetta og fer ofar og ofar og ofar og ofar. Já, og er bara að fylgjast með. Og bara horfir á þetta bara, þú veist, þú veist, fer út í game, þú veist, bara stækka myndina. Það er þetta allt bara, þú veist, þetta er bara eitthvað pennastrykk. Og þú veist, skiptir, þú veist, svo maður eitthvað rembast við að, eða ekki meta kannski það sem maður er að gera og meta eitthvað rosa mikið svo lítið og eða bara meta ekki neitt og reyna að rembast við að sé ekki eitthvað svona drulla í öllu sem maður gera, því það er alltaf eitthvað, þú veist, það er alltaf drulla, þú veist, bæði þegar maður tekur örnin og líka finnst mér bara ég þarf að hafa þetta svona sjónrætt, ég þarf að teikna þetta á vegginn, bara perlufestina og ég má ekki, ég ætlaði að skrifa við eitthvað, já þetta, þessi perla var þetta, þessi perla, nei, svo bara strókaði ég það af veggnum, þú veist, perla bara eitthvað sem ég bara, og svo bara áfram. Já. Og bara vera að gera þá eitthvað skemmtilegt og vera ekki að meta, þú veist, ég á svo til að kannski meta ekki alveg, þú veist, það sem ég er að gera. Af því ég held ég sé alltaf með þess að þú veist, af því þetta er ekki jafn mikilvægt. Auðvitað er þetta allt jafn mikilvægt. Þetta er bara partur af einhverju sögu og einhverju leið. Og mér langar svo, þú veist, ég hugsa alveg í morgun af því ég var svona, vaknaði svolítið svona eitthvað. Og ég hugsa alveg, mér langar svo að vera, þú veist, stundið því ég er óslega hress, þá er ég bara, djúli vildi ég að vera að taka upp
grimma og snar núna. Þú veist, að því maður vill ekkert vera ósla hress. Algjörlega. Maður vill vera ósla onnit. En þá, þú veist, en ef maður ætlar að hafa þannig þá maður bara að setja grímu eða eitthvað, þú veist, sem eitthvað glata. Það algjörlega glata, sko. Ef maður gera það náttúrulega, þú veist, það maður alltaf með grímu, einhverja grímu, þú veist, í lífinu. Maður náttúrulega alltaf að leika einhverja parta, sko. Já. Þú veist, og ég finn þetta sérstaklega þegar ég að fara í vinnu, þar sem að ég sitt bara, þú veist, sitt fyrir kokkagalan, þá ég bara orðin, þú veist, þá ég bara búin að sitja, þú veist, þennan búning á mig, þú veist, og þá ég bara, þú veist, allt önnur, sama manneskja náttúrulega, en ég að akta út annan part, sko. Þetta alveg svo ef ég set pönkgalan á mig, sem að þú ætlar að prófa eitthvað tíman, að þá ég allt í einu, þú veist, allar tilfinningarnar og allt svona sem tengt við hennan jakka. Þú veist, þá eru þær bara komnar inn, sko. Þú veist, og þá ég bara allt í einu orðin þessi pönkari. Þú veist, þá ég bara farin að gera allt og að fara að gera allt vitlaust. Svo segja búddistatnir, þeir segja bara partur inn í parti, inn í parti, inn í parti, inn í parti. Og endanum eru allir í heiminum inn í þér og þú veist, og síðan líka segja sko, ég hef verið móðið þín og elska þig óendanlega og ég hef verið móðið Maríu, hérna tækni stjórans og elska hana óendanlega og hún hefur verið móðið mín og elska mig, þú veist, samkvæmt karma. Já. Þú veist, og þá þetta allt, þú veist, já, maður veit ekki raskat. Það svona kannski óslega mikilvægt að þetta veri skemmtið þáttur. Já, það verður að vera. Það var aðeins og mikið maður veit ekki raskat. Við getum verið að tala alls konar shit. Og einhverja isma og einhverja svona isma og kenningar og eitthvað svona og síðan molnar þetta allt. Þú veist, þetta eitthvað sem ekki að halda sér í. Meiri sér líka eins og allt, þú veist, pólitík, stefnur, ismar, þú veist, þetta verður alltaf eitthvað svona dufti bara. Þegar já, eftir þessi lengra sem maður held ég lifir eða eitthvað, ég veit það ekki. Ég held að verður bara duft þegar maður að deyja þá maður bara eitthvað, þessi rugl. Já. Þessi stefna, þessi já, þetta náttúrulega bara eitthvað sem að, þú veist, þetta ekki neitt, þú veist, þetta bara eitthvað sem að búi til, sko. Akkur. En mér fannst það sagt, eitt rosalega, svona, sem mér fannst rosalega flott, að það að varandi, þú veist, alheiminn, að, sko, að þetta þú veist, við erum allt bara ein manneskja og að þegar þú deyrð, að þá hittirðu sem sagt Guð sem bara alheimurinn og þá sérðu sko að þú ert að lifa í mismunandi tímalínu og þú ert allar manneskjurnar í heiminum bara á mismunandi tímalínu. Þannig að ég og þú erum sömu manneskjurnar. Já, þetta sem ég var að segja, þetta búddismi, sko. Já, þetta bara, þú veist. Þetta kjarnin í búddismi. Já, þannig að við erum, sko, þannig að ég og þú veist, þú ert á einhverju tímalínu í að vera, þú veist, nákvæmlega sama manneskja og ég að vera, þú veist, þessi manneskja fyrir mér í réttu tímalínunni og þú fyrir þér í réttu tímalínunni. Og svo þetta búið að halda áfram og búið að vera bara í gangi allan tíman. Já. Ég alveg til í þetta, sko. Já, þannig að við erum í rauninni öll sama manneskjan. Já. Það mjög, mjög áhugavert, sko. Ég trúi þessu. Já. Ég held samt að ef við ætlum að komast inn í að vera skemmtiþáttur, af því að það svo mikið, mikilvægt, kannski, þá þurfum að fá eitthvað, þá þurfum að fá okkur til að kenna okkur bara þurfum að fá gest. Já, sem geti kennt okkur bara, sem geti kennt okkur að gera bara, gera eitthvað skemmtilegt. Hvernig, af því að við erum kannski svolítið, þú veist, við erum að taka þetta svolítið svona, við erum að tala svolítið svona alvarlega hluti og
svolítið svona sem eru svona sem að maður þarf að svona taka og hugsa svolítið vel þú veist, maður getur ekki svona, þú veist, það er svolítið þungt efni, þú veist, grínið er svona aðeins léttara, þú veist, þú kemur svona aðeins þægilegra við mann, sko, þannig að, þú veist, við kannski höfum ekki alveg nógu góða reynslu í að hafa í þessu létta, sko. Ég held samt við höfum það alveg, af því við höfum alveg djóka óslega mikið. Við erum sem sagt, við erum hasarþátturinn Grimmi og Snar og ég heiti Ingibjörg Magnúsdóttir og Kara Ég heiti Kara Guðmundsdóttir. Guðmundsdóttir. Já, við erum frængur og þetta er þáttur númer 2, svo þetta er vesti þátturinn okkar þeir sem eru að hlusta og við erum á samstöðinni og þú ert væntanlega, ef þú ert ekki að hlusta á þetta á Spotify, þú ert að hlusta á þetta í útvarpinu 89,1 en sem sagt upphaflega þetta er nú bara þáttur númer 2 sko, en þetta er hasar og skemmti efni en við einhvern veginn dettum alltaf inn í Við erum búin að vera með mjög mikinn hasar núna. finnst þið það? Já. Núna? Nei, bara, þú veist, eins og í fyrstu þátturinn var eiginlega bara hasar, sko. Já, en núna er bara eitthvað alvarlegt. Það Já, er bara þetta er eitthvað búið að svona vera mjög nýbúið alvarlegur að þáttur, vera nýtt tungl. Já. Nei, fullt tungl. Fullt tungl, sko. Þetta er þáttur númer 2 og Það var fullt tungl fyrir ég var 5 dögum, svolítið sko. krumpuð því ég vaknaði. Hvernig varst þú? Ég var mjög svona, þú veist, það var rosalega erfitt það var allt einhvern veginn svona dimmt. Þú veist, vanalega, þú veist, maður finnur oft ef maður vaknar og það er bara svona svolítið bjart yfir manni, þú veist, maður finnur og maður sér það. Já. Og, þú veist, núna var alveg bara svona, þú veist, það var alveg svona dimmt. Og ég var alveg svolítið svona, þú veist, ég var alveg svolítið svona liggjandi. Ég vaknaði svona einhvern veginn, ég bara, fuck, við erum að fara að taka upp í dag. En síðan fór ég í ræktina, tók rassvöðan. Hafði samt óslega lítinn tíma því ég var svo lengi að vakna. Tek rassvöðan, fyrir kalda, fór í ískalda sturtu og bara sæka mig upp, þú veist. Fekk mér 2 nikotínpúða, fekk næst í nikotín eitruna því ég ætlaði að vera sækuð. Já. En síðan bara eitthvað svona, ok, þá er þetta bara þungi þátturinn. Það gerist, það er alltaf, þú veist, í hasamynd. Hvernig er þetta? Ég horf svo lítið á hasamyndir. En þá gerist eitthvað svona moment. Sko, í hasarmyndum þá náttúrulega er þetta, sko, fyrstu mómentið, þú veist, og við erum kannski svolítið að vinna með það, að það er svona, þú veist, fólk er bara að reyna að átta sig á sögunni, þú veist, og við erum svona svolítið búið að vera að gera það, þú veist, við erum svona, þú veist, eða hlustendur eru svolítið svona að átta sig á, eru svolítið svona að finna, þú veist, hvað er plottið og, þú veist, og kynnast svona leikurunum og persónunum og öllu því, sko. Og það sem að þarf svo að gerast er að það þarf að koma eitthvað svona, þú veist, það þarf að koma eitthvað svona sem að, þú veist, ekki beint, ekki alveg strax í hasarinn, en það þarf að vera eitthvað svona sem er mitt alvarlegt. Fyrirstaða. Já, það kemur fyrirstaða alltaf í sem að- ævintýrinu Já, eitt svona, eitthvað svona sem að þarf að leysa, eitthvað svona Já. sem er alveg bara svona, þú veist, eitthvað sem þarf að leysa, sko. Og þar, svo kemur hasarinn að því að þetta er búið að vera, þú veist, að því að það er svona, þú veist, það þarf að búa til plan, það þarf að finna leiðir, það þarf að prófa sig áfram og út frá því kemur hasarinn og, þú veist, svo er þetta náttúrulega bara barátta á milli chaosins og reglunar, sko, þú veist, í þessu. sem var fyrsti þátturinn okkar. Sem var fyrsti þátturinn og mér fannst það hafa verið svolítið mikilvæg þáttur að því að, þú veist, þetta er svo stórt, þú veist, þetta er í öllu, þú veist, chaosin og reglan, sko, en við skulum kannski ekki vera að fara mikið í það núna, Nei, við erum búin Nei. að fara svolítið langt í það, nei. en já, þetta er búið að vera svolítið mikið hlas og við þurfum að finna aðeins svona, kannski aðeins léttara, kannski næsta þætti, að verðum við kannski aðeins léttari, Já, gæti ef kannski við getum það, sko. Mér langar svolítið að fá inn hérna
Hjálmar Örn, sjátt át hann, ég held ég að sjátt hann át, sko, síðasta þetta líka. Hann inn í hæ. Eða, þú veist, Steininu, Ólínu, eitthvað sem svona, þú veist, getur, hún var í samt svolítið góð. Kenna okkur að gera skemmti, hasa skemmti þátt. Þetta nefnilega, sko, já, ég nefnilega, þú veist, kannski þetta rétt hjá þér, kannski kunnum við alveg að gera gaman þátt, sko. Við höfum ógeðslega mikið grínast, sko. Já. En við þurfum bara einhvern veginn að, þú veist, kannski gera eitthvað svona partur sem að er, þú veist, ég held að sé einhvern svona dómari sem er að reyna að hafa þetta svolítið alvarlegt, eða sem er að taka þessu of alvarlega. Þú veist, Já, og þá kemur hinn, þú veist, þá grínparturinn sem að vill bara allt sé létt og gaman, sko, að hann, þú veist, hann fer alveg svolítið í aftursætið þegar að þessi dómharði alvarlegi partur kemur. Það er svo mikið vörn í því að vera eitthvað svona að tala um eitthvað djúpt eða, þú veist, það er svo mikill skjöldur í því. Já. Eitthvað svona þykjast vera eitthvað klár. Þú veist, ég skil ekki að ég hef eitthvað reynt að fá mig þann skjöld. Skilur mig? Þú veist, akkur að velja það þegar maður ég er ekki beint svona intellektúal típa, sko. Þannig séð, sko. Ekki svona akademikir, þú veist. Nei, einmitt. Akkur að fá sér þann skjöld þegar þú veist, þegar maður gæti, já. Þetta er nefnilega eitthvað svona sem að maður er svona búin að, þú veist, búa til að sé, þú veist, það sem að maður á að vera, þú veist, maður er kannski búin að, þú veist, maður veit svona sirka, þú veist, ok, hérna, svona verða, svona eiga, þú veist, fólk í útvarpi, þú veist, það er alltaf með eitthvað svona málefnilegt og flott og svona, þú veist, hérna, talar svona gáfaða hluti og veit hluti og, þú veist, maður er kannski að reyna svona að setja upp, þú veist, eitthvað þannig skjöld, sko, að reyna að setja upp eitthvað þannig svona, þú veist, þannig ímynd. Ég sko, þú veist, ég er náttúrulega búin að hlusta á Rás 1 bara sem ég fættist eða eitthvað og fyrir svona ári síðan þá ég bara gat ekki meira. Ég bara gat ekki hlusta á Rás 1, ég fekk bara ofnæmi. Ég fór bara að hlusta á Bylgjuna og hérna Gauti maður með og bara býtu, hvað er eiginlega í gangi hérna, ég kem út í bíl og bara Bylgjan í botni og þarna ertu ekki bara að fara að kjósa Sjálfstæðisflokkin, bara hvað er að gerast? Já. Og ég hérna bara mig vantaði svo bara eitthvað svona létt, bara eitthvað svona, þú veist, bara ekki meiri haus, bara Þetta er alveg, mér finnst Bylgjan bara geðveik. já, Svo sagði ég eitthvað með þetta, eða svo sagði fullt af fólki þetta, ég skammast mér ekki fyrir það. Fólk bara, what? Hlusta á Bylgjuna? Bara eins og ég fara að hlusta á eitthvað hræðilegt. en ég held að Bylgjan sé alveg bara mest hlustað á, þú veist, ég hlusta alltaf á hérna Bítið í Bylgjunni, mér finnst það alveg frábært, sko, Já. og að því að þau líka spurja alltaf, þau eru alltaf með gesti, sko, koma með nokkur gesti og þau spurja alltaf réttu spurningar, sko. En það er allir svo léttir þarna. Það Já. er allir bara eitthvað, já, og bara, og það er bara allir tekið eins og það er. Það er eitthvað svona, mér finnst það svo mikið, hérna, já, svo mikið líf í því. Svo mikið frelsi, sko. Já, eitthvað svona bara, já, er mest hlusta á Bylgjuna. Ég held það, sko. Já, þetta var bara, þú veist, þetta er algjör svona, hérna, þetta er algjörlega andstætt öllu í mér. Þú veist, ég hef alltaf, einhvern veginn sagði Hilmari, mannur Oddnýjar, systur, frá því ég hlustaði bara alltaf Rás 1. Og hann var bara að hlæja og ég var bara, okkur fór hann að hlæja? Ég var bara, já, ég hlustaði bara Rás 1. Og, þú veist, af því að það er bara fáránlegt. Hefur hlustað á Rás 1, Kara? Ég hef hlustað á Rás 1, en ég er ekki að hlusta á það svona
Sko, ég Þú ert með FM. Ég er stundum með FM. Kiss, já. Ég er með nefnilega svona, sko, ég er alltaf með þetta Spotify. Spotify bjargaði mér. Af því að mér finnst rosalega erfitt að geta ekki ákveðið hvað er í útvarpinu. Já. Og stundum þá langar mér bara að hlusta á auglýsingar. Og stundum langar mér bara ekki að hlusta á neinar auglýsingar. Ef ég heyri auglýsingu, þú veist, að þá, þú veist, með engum svona taktið eða neitt svoleiðis, að þá bara, þú veist, ferða með mig, sko. Þá líður mér mjög illa. Og, þannig að það hjálpaði mér rosalega að vera bara með Spotify. Og það sem ég geri er að... Við erum á Spotify. Við erum á Spotify, sko. Það sem ég geri, áður en ég fer... Eða við hlusta aftur á þáttinn. Já. Ég veit ekki hvort að ég ætla kannski ekki að hlusta á, af því þetta er lélegasti þátturinn okkar. Já, ég bara segja ef fólk vill dæma okkur í klessu og hlusta aftur á lélegasta þáttinn. Já, þá er það allt í lagi. Þá getur það farið bara... Og það má sérstaklega dæma lélegasti þáttinn, sko, af því að, þú veist, lélegasti þátturinn er, þú veist, það er alltaf lélegasti þáttur. Það er rosalega gott að við vitum hvað þáttur er lélegastur. Þá voru svo fínt ef að fólk, þú veist, er það í stöðu til að dæma, þú veist, er eitthvað svona, þá getur það bara, ok, ég ætla að hlusta á lélegasta þáttinn og ég ætla að dæma hann í drast. Dæma, já. Og bara, drulla yfir. Við erum alveg með parta sem fíla það að láta dæma sig. Já, það er alveg, þú veist. Það er eitt sem er að fá okkur mikið út af því. Já. En það er rosalega gott að bara, þú veist, ákveða, þú veist, þetta er lélegasti þátturinn. Fínt að, þú veist, og það líka er svolítið frelsandi, sko. En hvað útvarpsstöð er þetta að hlusta á? Herri, já, ég sit alltaf ég er með FM 957, ég er með Kiss FM, svo er ég með ég er með Bylgjuna, sko, og svo er ég með, hvað heitir þetta, Flashback, já, hún heitir, ég man ekki númer hvað hún heitir Flashback, sko, en ég nota, það sem ég geri, ég set á Spotify og ég svona, set hvaða lög ég vil fara í spilun, þú veist, og ákveð bara, ok, ég ætla að hlusta fyrst á þetta lag, svo þetta og þetta og þetta, og set bara svona lista, þú veist, kallast það queua, og, þú veist, þú veist, þá er bara búið að stilla, þú veist, þetta lag kemur og eftir, og svo kemur, þú veist, bara svona listi, og það sem ég geri, ég finn í bíl og ég kveiki á, bílnum, og ég byrja á því, ég fer yfir allar ásendar og sé svona hvað er í boði í hvert sinn. Já. Og ef það er eitthvað sem er bara svona akkurat það sem ég þurfti, af því að, þú veist, tónlist hefur svo mikil áhrif á bara, þú veist, allt og mér finnst svo mikilvægt hvernig, þú veist, ferðin, þú veist, ef ég er að fara eitthvað, ég er að keyra, þú veist, á okkur stað, hvað sem ég er að fara að gera, hvort sé vinnuna, eða, þú veist, að ég sé að fara, á æfingu, eða bara, þú veist, að koma í þáttinn eða eitthvað, að þú veist, ferðin er svo mikilvæg, skilur við. Þú veist, þannig að þess vegna er svo mikilvægt að setja, þú veist, stemminguna í bílnum. Þú veist, út frá því sem maður er að fara að gera. Og ef, sko, stundum, þá er rosalega bara gott fyrir mig að hlusta auglýsingar. Ég tek sæn, sko, ég bið sæn, eins og núna, þegar við vorum að fara í þáttinn þá baði ég sæn, sko. Ég held ég að spila sænlagið síðast, eða ekki? Er þetta ekki? Jú, spila. Þetta var sæn. Sko, ég ætla að setja þetta hérna. Þekkir þetta lag? Þú þekkir þetta. Ég hlusta bara Dauðarokk. Ég hlusta bara Dauðarokk, sko. Mér líður best með það, sko. Þá svona... Veistu hvaða lag þetta er? Þú veist ekki hvað þetta er? Ég veit ekki hvað þetta er, sko. Býtu, sjáðu hvað þið segja. Já, ég veit alveg hvað lag þetta er. My Life in the Sunshine. Ég hugsaði í. Everybody loves the sunshine. Sunshine. En hvað er þetta sæn að segja þér, sko? Sko, ég tók þessu þannig, ok, ef þú reynir að shæna svolítið, þá er það bara gott, þú veist. Og líka bara fólk elskar, þú veist, birtu og reyna bara að vera bjartur eða eitthvað. Já. Mér finnst þetta gott sæn. Ég man ekki hvað síðast. Þetta er svolítið, ég ætti kannski að gera þetta alltaf, taka svona sæni fyrir lagin, byrja á því. Já. Er það ekki þá? Ég held að það sé mjög skemmtilegt, sko.
Mér finnst rosa, hérna... byrja á kynningu, svo kemur þetta lag Já, og svo, þú veist, eða ekki þetta, en kemur lagið, lagið sem er sænlagið, Sæl, já. sem ég næ í þegar ég legg bílnum hérna. Fínt að þú tekur sæni, sko, því ég þarf alltaf að vera með, þú veist, að því að hjá mér þá sit ég stemminguna sjálf, sko, Já. í bílnum. Þannig Já. að ég þarf að vera með svolítið svona Já. prógram þar. Ég næ í þetta úr Chaos og þú Já. ert með order þarna í Já, playlistanum og ég fæ sænið. já, Mér er svo gaman að segja því ég legg bílnum. Ég er svo stolt að vera með bílpróf. Þú veist, þú trúir því ekki. Þetta er bara, þú veist, þetta er það próf sem hefur gefið mér mest og breytt lífið mínu mest. já. Þú veist, ég er samt með, þú veist, masterskráður. Þú veist, Já, ég bara, pældi en því. þetta bílprófið, þú veist, ef fólk er að spá í, ok, á ég að verða stúdent eða BA eða MA eða eitthvað, þú veist, eða verja peningunum bílpróf, ég segi bílprófið, bara alltaf. Og, en samt kannski býða með það þá glúta svona 45, af því að líf þitt breytist svo ógeðslega mikið. Það breytist bara, það breytir öllu. Þú tókst prófið hvenær? 45 held ég. Já. Nei, núna er ég 49, svo ég hef verið 46. Já, ég tók mitt prófið með 22, held Já, ég. þú verður svo ung þegar þú Já. tekur það. Já, ég bara... Ég hafði náttúrulega ekkert shit. að gera við bílpróf fyrir, sko. Nei, einmitt. Ég er mjög fegin að ég hef ekki tekið bílpróf fyrir. Ég verður örugglega kannski búin að bara drepa mig á bílnum. En ég bara, ég elska, stundum er ég bara í bílastæðinu, þú veist, bara sit í bílnum og bara hlusta á tónlist og ég bara elska hana bíl svo mikið. Ég elska hann. Mér finnst þetta bara fallegasti bíl sem er hérna á götunum. Þú veist, alveg sama, þú veist, bara bestur, sko, ég ætla ekki, en já, ég talaði líka eitthvað þetta síðast þetta, en ég ætla ekki að, ég má það núna. Já, mér finnst það rosalega eins og það sem að ég tók eftir þegar ég tók fyrst bílprófið. Ég náttúrulega keypti, fyrsti bíllinn minn var náttúrulega svolítið, þú veist, það var svona Bleiki bleikur, bíllinn, já, bleikur Toyota bleiki. Corolla með krómfelgum og með bleikuðum tíkistýra innréttingu. Já, rosalega Sætin bara öll. Þetta var bara bleikasti bíllinn og ég var alltaf að fá sko svona Snapchat myndbönd af mér í umferðinni frá öðrum, þú veist, hann að, þú veist, ég óskafti því af mér, já, af því ég er alveg svona bíl sem er sérstakur. já, en þetta var alveg svona, þú veist, ég talaði alveg við bílinn minn, þú veist, og ég var alveg bara svona, þú veist, ég sagði við bílinn, vá, ég elska þig. Já, ég líka, ég bara, Þetta var fyrsti já, bílinn minn, sko. nákvæmlega. Og ég næstu í grét þegar ég þurfti að selja hann, sko. Já. Það Ég var er- bara mjög erfitt. Ég er að pæli hérna hvort að við eigum eftir að eignast einhverja vini, sko, að því ég hlusta mikið á podcast og mér finnst sömur sem ég er að hlusta á eru svona eins og þessi vini mínir. Já, Mér sumt fólki sem er með podcastin. Mér langar svo að það væri geðvegt ef fólk myndi upplega mann og veist, myndi finna svona, já, það eru vinkonur okkar. Þú veist, og myndi taka svona mynd að manni í umferðinu og senda manni. Mér Það þetta væri geðvegt. Mér þetta bara já. toppurinn. Þetta er ógeðslega gaman, sko, að sjá, en Vá. það er svo fyndið, sko, að einhvern veginn eins og þarna, Mm. í þessu mómenti, Mm. það tóku allir eftir mér og ég tók ekki eftir neinum, Nei. þú veist, og þetta er svo, þú veist, segir bara hvað er mikilvægt að, þú veist, leyfa sér bara að vera, þú veist, eins og þarna, hann bara á bleikum bíl með krómfelgum, Einmitt. þú veist, bara alveg og tíkristýra, sko, á æðislegur, stýrinu, já. bleika svona tíkristýra á, þú veist, á stýrinu og öll sætin. Mhm. Þetta var alveg, og það var svo gefandi, sko. Já. Það var svo gaman, sko. Já. Og það er svo gaman að vera þessi sem að, þú veist, er bara alveg sama. Þú veist, gerir bara nákvæmlega, og þú veist, er bara nákvæmlega eins og hann vill, sko. Þú veist, Hjálmar er þarna í hæ, hann myndi segja að vera að hreyfa heiminn. já, Hann vill að allir fara að nota þennan frasa, hreyfa heiminn. Og hann að ég er hann að hjálpa honum núna að segja. Þetta er Já, svona við- hreyfa heiminn. þetta er það, Vera sko. bleiki, þú veist, eitthvað svona óvænt, þú ert í umferðinni. Þetta er nefnilega, þetta hreyfir við, þú veist, þetta er eins og listin, þú
þú veist, eins og listaverk, að horfa á listaverk, þú veist, þetta hreyfir við þér. Nákvæmlega. Þú veist, þarna ertu bara að skapa, þú veist, listin er svo mikil, þú veist, hún er svo, þú veist, mikið í lífinu. Ég er með sýningu, Þú varst með sýningu, já, mokka, já, skólauristi. rosa sýning. Já. En þetta er einmitt, þarna varst að hreyfa við heiminum og alveg bara Já. allir sem koma þarna inn, Já, þú veist, einmitt, upplifðu eitthvað. þetta, upplifðu svona flæði Eða upplifðu upplega eitthvað. hatur, eða hattur, þetta, eða þetta er aðeinslegt, eða Já. eitthvað, eða bara, bara upplifa. eða upplega kannski Þetta er náttúrulega lítið. bara, þetta er hérna, þú veist, þarna er lífið, Já, skilur við, einmitt. þarna er lífið, það sem Já. að þú ert að upplifa. Og sama þótt að séðst, að því að við viljum alltaf upplifa bara eitthvað gott, skilur við, þú veist, við viljum alltaf bara, þú veist, líða vel. En, þú veist, lífið er náttúrulega bara hjartsláttur. Þú veist, það er svo mikið upp og niður og það eru allir, þú veist, það er allt þetta, haturinn, þú veist, afbrýðisemin, þú veist, og svo líka bara, þú veist, ástin og væntumþykjan og það að hafa gaman og spenna og allt þetta. Heyrðu, ég var að segja þér eitt, ég var að segja frá, bati frá tilgangsleysinu fyrirlestinu sem ég fór á. Hjalti, hann er prestur í Laugarneskirkju og vorum saman í sálgæslunni og ég var að tala við hann og þetta var haldið í safnaðarheimilinu og ég var að segja við hann, þú veist, einmitt talandi líf og púls, þú veist, ég var að segja svona, já, getur, að því hann ætlar að fara að hafa eitthvað svona, fjöltrúarlega hitting, þú veist, öll trúabröðin komið saman þarna og hittist og talið saman og svona, óslega flott. En ég var að segja, já, getur verið óslega gott að koma með eitthvað lífrænt form inn. Af því þetta er bara geometriska línur, þetta var bara svona safnarheimili sem er rosalega, bara beina línur og bara ordir. Já. Og kannski komið plöntur bara á eitthvað og við vorum að tala þetta, þú veist, og það er ekki ein bein lína í líkamannum, ekki Nei. ein, Þetta er allt bara, þú veist, talandi struktúr, þú veist, talandi hvað maður er að vinna gegn lífinu ef maður er ekki, þú veist, ef maður bara, já, gegn svona, hvað heitir þetta, bara innsæi mannsins eða manninu. bara lífinu í rauninni. Já, í lífinu. Einmitt, Þú maður er veist, að vinna af því- gegn lífinu. Já, maður er að vinna gegn lífinu, þú veist, ef maður ætlar að hafa allt bara, þú veist, og eins og við gerum, eins og fólk gerir svo mikið, sko, það er alltaf að setja allt í öll þessi box og setja allt í bara hérna, þú veist, eins og trúabröð, þú veist, trúabröð eru náttúrulega bara svona flæði en svo er komin svo mikil regla í það. Já, Þetta er ekki lengur, þú veist, þetta er búið að missa, Já, þú veist, lífið. Já, búið að missa lífið, sko, þú veist, að því lífið er, þú veist, flæðir. Já, Þú veist, svo erum við alltaf að bæta við, þú veist, að setja allt sem að lífið er búið að gefa okkur, setjum það í bara svona kassa og svo erum við að setja eitthvað svona ákveði virði á þetta og þetta er rétt og þetta er ránt og þetta er svart og þetta er hvítt og... Þú hefði getað verið á gráum bíl, skilur mig, Já. og ekki hreyft við neinu. Nei, nákvæmlega, ég Ekki hata bara- gráa bíla, ég sé gráa bíla og ég bara, þetta er ókláraði bíl, þá eftir að klára það. Hann er ekki tilbúinn. En þú veist, ekki Það er- hreyft við neinu, bara Nei. grái bílinn. Þú veist, þetta er svo mikilvægt í lífinu að leyfa lífinu að vera líf, skilju, þú veist, og einmitt, láta það sem að lífið er að gera, þú veist, láta lífið hreyfa við heiminum. Þú þarft að kenna mér að setja upp svona ordir á playlistan. Já. Þá er maður líka ekki alltaf að skipta sko í bílnum, lög. Já. Og kannski þarf þú að leyfa sér bara að sæna, bara svona Bara Komið. fara í svona bara shuffle. ósiktað. Bara. ósiktað. Já. Þá myndi ég nú bara að fara að keyra eitthvað upp í sveit, sko. Þá myndi ég bara að fara að keyra eitthvað, Í alvörunni. já. En þetta er svo fyndið mitt. Ég er alveg svo rosalega föst í að verði svona, að sé orðir í öllu sem ég geri, Já. en svo elska ég chaosinn samt. Þú veist, mér líður best þar, Já. eins og heima hjá mér. Já. Þá er allt bara chaos. Mér líður svona, ég hvílist þar, sko. Já. Já.
Það eru svolítið margir sem er langar að fá í þáttin. Ert þú með eitthvað? Þú varst með Siggu Kling. Já, mér langar að fá Siggu Kling, sko. Já. Ég held að hún En nefnilega einhverju geti, hún geti komið með eitthvað svona svolítið gaman. Mér finnst hún ógeðslega flott. Já, mér finnst hún mjög skemmtileg. Hún Já. keypti af mér hérna þegar ég var að hérna fyrir utan spilabúðuna hjá Afa Já. og var ég að selja hérna leggi og kjamma og steina og eitthvað. En hérna, Pítu tæknumar hún segir eitthvað, hvað segirðu? Ha? Já, Lækka mig niður. Ég skil ekki, hún fór samt á trúðanámskeið og hún er ekki alveg að standa sig. Hún María, hún er að segja eitthvað. Hvað er hún að segja? ég Hvað er hætti að klukkan? segja að við eigum svona mikið eftir. 3 mínútur. Alright. Við klikkum alltaf, eða alltaf, sko, þetta er náttúrulega Þetta er lélegasti besti þátturinn. þátturinn. En besti og það þátturinn. sem að við gerðum ekki núna sem við ætliðum að gera er að við ætliðum að setja tíma, Jeps. tæmir sem að telur upp í klukkutíma þannig að við getum fylgst með. Ok, tökum aðeins saman hvað erum búin að vera að tala um. Við erum búin að vera að tala um dómaran. Já, við byrjum svolítið þungt, vill sko. svona, vill láta dæma sig og hinn sem vill ekki láta dæma sig og svo náttúrulega sá sem dæmir og allt þetta. Við tölum svolítið um Og- gæludýr, Já, gæludýr, tala um hvernig þau pipar, tengjast já, og, tengsl, já, tengsl okkar við Og- gæludýr og mannfólki. og hvernig að hérna, fólk var, þú veist, hvað fólk getur verið hrætt við að hérna, missa, þú veist, eins og var með hérna, vill ekki tengjast gæludýrunum sínum að því að þau muni deyja undan okkur. Mhm. Svo tölum við um perlufestina að þú veist bara hvert verkefni er ein perla á þessari keðju og ekkert mikilvægara. Ertu til í að þessi ekki mikilvægt, þú veist, bardaginn, að hann sé jafn mikilvægur og bara, þú veist, að Bursta tennurnar. mæti vinnuna í morgun. Nei, Það eða þurfti er að vera- erfitt, það þarf að Já. vera þá eitthvað sem mann er fyrst erfitt, held Já, ég. já. Að það sé eitthvað svona challenge. Já, við tölum um þetta. Já, Þetta og er að eitthvað sé sem maður þarf að prófa. turd. Já, Turd. að Þú sé vannst skítur í öllu. Bardaga, Já. tapaði einum, það er turd Já. og glowing, þú veist, Þannig að En þetta svo- var bara svona akkurat. þetta var akkurat balans. Já. Svo er mitt þarna með enganinnar, sko. Þú veist að ef við erum alltaf Já. að reyna allt sér fullkomið og þú veist að því það er skítur í öllu sem við erum að gera. Það skýtur í öllu, Já, það skýtur í öllu. Og hvað tölum við um meira? Já, eitthvað fórum aðeins inn í ævintýrin. Ég kannski ætti að reyna að taka það eins, ég er í þessum hóp, þú veist, ég fer einu sinni í mánuði til, hann í lífsbyggjufélagi til Helga Geðlæknis að hlusta á hann tala um, hérna, þú getur kannski komið með að vera áhuga. En Já, þarna, hvað tölum við um meira? tölum við um líka Hreyfa heiminn, hreyfa heiminn. já, vera á bleikum bílum og bara lega fólki að undrast. Já. Eða þú veist, reyna, já, og listina. Reyna að fá hérna fólk til þess að finna fyrir að sé lifandi, sko. Já, þessi lifandi. Kom Já. með sína chaosin. Sína chaosin, af því að chaosin er undirstaða lífsins. Já, já. Þú veist, Og hann er áskorun til þín að fá shuffle og Já. ég áskorun til mín að velja eitthvað svona í röð. Mér finnst það alveg klikka. Já. Síðan verður alltaf sænlægið sem er þess að tákni fyrir þáttinn. Algjörlega. Og núna í dag var það allir þurfa sólskin og bara svona byrtu með smá drullu, Já, já. byrtu með drullu og hérna, það er hræðilega eitthvað svona byrta sem er bara eitthvað svona engin drulla í, það er Já, óslega ef það er hættulegt. ómikið byrta þá bara verður þið blind, sko. Það er bara, já, líka bara Þú veist, það missir bara sjónina. Já. hættulegt fyrir fólk, þú veist, að ætla að fara að þanga. Já, það verður að vera smá. Það er svo mikið drulla í mínu lífi, sko. Já, Þú veist og hérna og já svo þurfum við aðeins að hérna tala um Maríu, tæknumann hún þarf að hérna, við þurfum að fara í táknin með henni já, og við þurfum að mæta með henni á annað trúðanámskeið og hérna já, við ættum kannski að fara á trúðanámskeið. það getur verið Þá snið, sko. geti Hasa kannski komast að flug. Það getur Who said thumbs up? Já,
það fyrir grínið komið svona Oh my god, og svo ég verður bara, að koma, setja sko trúðagrímuna á, já, mæta í þáttinn sem trúðar til þess absolutt. að sko, þú veist, Gera- ekta út þennan part. Já, og kenna fólki trúðabröð þegar þetta kemur í sjónvarpið. Já. Og lýsa því síðan óslega nákvæmlega í útvarpinu. Já, Vá, það Það getur er verið óslega gott. það verður svo Ég skemmtilegt. er með haspur í rassinum, sko. Strax. Er það gott eða vant? Ég heyrði að það hefði ekkert að segja að maður sem með haspurur hvort maður hefur verið að byggja eitthvað upp eða ekki. Það er bara gott sko. Er það ekki bara magnesium skortur? Það er eitthvað með, Steinefna eitthvað. já, mjölkusýrurnar og eitthvað svona alls konar. Þetta er ekki bara með að rífa vöðvana, það er eitthvað svona meira. Það er ekki Nature. til kúamjólkina, það er bara til havramjólk, sko. Já. Hérna á samstöðinni. Hvað er það? Já, það er mjög skrítið. Það er mjög skrítið, ég vil bara kúamjólk í mitt kaffi. En En já, Já, þetta er það sem að heyrðu. við svona tölum um. þetta er Það byrjaði svolítið þungt og svona, en endaði svona aðeins í meiri sólskinni. sólskinnið með drullu, það er bara svona, Það eru loka orðin. ef þið eru að fara að sofa, takið það með inn í draumana. Ef þið eru að vakna, takið það með inn í daginn. Þetta verður sólskinn með drullu. Já. Takk fyrir. Takk.